Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín á tímum COVID. Við erum fyrir fram á flugstöðuna og það eru bara starfsmenn þarna inni, einhver ferðamenn, og við ákváðum aðeins að skoða þá stöðu og hittum Þuríði Aradóttur hjá Markaðsstofu Reykjaness og spurðum hana út í ástandið og framtíðarhorfurnar. Þuríður Aradóttir frá Markaðsstofu Reykjaness, ferðaþjónustan á Suðurnesjum, er á núllpunkti núna, getum við sagt, og við erum hérna inn í Flugstöð Eiríkssonar. Það eru einhver hérna inni nema, það eru nokkrir starfsmenn að vinna. Þetta er bara eitthvað sem við höfum aldrei upplifað áður. Nei, það er rétt. Ferðaþjónustan hérna á svæðinu er eins og annars staðar á landinu að upplifa eitthvað sem við í raun höfum enga stjórn á og allir eru að upplifa. Það er hérna eins og þú segir. Við erum á núllpunkti, það er enga tekjur að koma inn og kannski bara kostnaður að fara út, og það að standa hérna inn í flugstöðinni á þessum tíma og það er eitthvað sem maður átti aldrei von á í rauninni. Staðan er gríðarlega alvarleg og Suðurnesin eru mjög háð fluginu, þessari flugstöð, þessum Keflavíkurflugvelli. Já, það er starfsemi, atvinnustarfsemi á Suðurnesjum er mjög bundin ferðaþjónustu. Annars vegar hérna tengt flugstöðinni og allri þjónustu í tengslum við það, og síðan það ferðaþjónusta utan flugvallar eða flugvallarstarfseminnar, áfangastaðurinn sjálfur. Og það eru, kannanir voru að tala að þetta væri 26% fólks á atvinnuskrá að þeir væru að vinna við ferðaþjónustu, og sem er náttúrulega svolítið breytt í dag. Það er á sama skapi 66% af þessum þjónustu fyrirtækjum eða starfsmönnum eru núna komnir til dæmis í hlutastarf, og þannig að þessi fyrirtækin hafa verið að nýta sér þessa lausnir sem að ríkið hefur verið að bjóða. Þannig að það er mjög ánægjulegt að það hafi verið, en á sama skapi atvinnuleysi hefur aldrei verið hærra, sem er mikið áhyggjuefni. Ok, þetta er staðan og hún er svona nokkuð ljós fyrir flestum okkar. En þá er það kannski næsta skref. Hvað eru þið sem eru stjórnendur í framlínu ferðaþjónustunnar að hugsa þessa dagana? Hvaða ráð, eru eitthvað ráð til? Eitthvað pælingar, hugmyndir, hvernig á að bregðast við? Við náttúrulega erum með þeirri stöðu að ég get aldrei sett mig í sér þessa stöðu fyrirtækjana eins og þeir í dag, að sitja uppi með svona verkefni og í rauninni er eins og staðan er hérna á Suðurnesjum, þá eru flest okkar fyrirtæki lítilega meðalstór. Þetta eru fjölskyldu fyrirtæki og aðilar sem hafa verið að byggja upp í mörg ár, loksins að ná kannski einhverju jafnvægi á reksturinn, og nú þurfa í rauninni að byrja alveg upp og nýtt, sem er ömurleg staða, en á móti eins og segir, við höfum eina sem við getum gert er að horfa fram á veginn í rauninni og sjá ljósglætu fyrir enda gangana, og það sem við erum að reyna að gera í dag og erum byrjuð að gera er að vinna markaðsefni fyrir svæðið. Núna er náttúrulega allur okkar fókus fyrir á innlendan markað, af því að það er kannski okkar nærtækasti markaður í dag. Það er reyni þeir sem fá að mega ferðast, kannski í sumar, þá er það aðalegnar okkar. Við vitum ekki hvernig heimurinn tekur við sér. Það eru 95% landa eða áfangastaða allan heim hafa sett einhverja skorður á ferðalög eða lokað landamærunum hjá sér, og hvenær þau opna vitum við ekki. Þannig að þetta er eitthvað sem við náum með Íslandsstofu, og þeir eru að fylgjast með hvernig tekst til og hvenær það opnar, en þá viljum við bara vera tilbúin og með því að fara í framleiðslu á kynningarefni, að kynna Reykjanesi sem frábæran valkost í ferðalögum,
núna í dag getum við náttúrulega bara hjálpa fólki að dreyma í rauninni, hvert vill það fara þegar ferðahömlur opnast, hvar liggur hjartað og hvert hefur ekki farið. Þannig að við viljum ná til þeirra. Nýtt hótel, 150 herbergja hótel tilbúið hérna rétt hjá okkur og forsvarsmenn þess segja að Reykjanesi hafi bara gríðarlega möguleika sem áfangastaður, sem ferðamannastaður. Hvernig er Reykjanesi tilbúið undir það að taka á móti landsmönnum? Allt til reiðu nógu mikið að veitingastöðum? Hvernig hægt að taka það? Hægt að búa, eru til einhverju pakkar, þannig að Jón Jónsson í Borgarnesi vill kannski breyta til í sumar því hann ekki að fara til útlanda, gæti hugsað sér að koma á Reykjanesið og gista yfir helgina. Eru til svona pakkar sem hann getur keypt? Já, við erum það og ferðaþjónustu fyrirtækin eru tilbúin í þetta. Við erum með frábærar og fjölbreytta valmöguleika og þjónustu á svæðinu. Við erum með 30 veitingastæði á mjög fjölbreyttu stigi þjónustu sem hægt að veljum á öllum skaganum. Gististaðirnir eru hátt í 100, þannig að það ótrúlega mikið og skemmtilegt efni sem við getum búið til handa aðilum og afþreyingamöguleikarnir eru endalausir, hvort sem þú vilt vera sjálfstæður í þinni útivist eða fara í menningarferð, afþreyingaraðilarnir eins og að snorkla í Kleifavatni, fjórhjólaferðir, hjólaferðir á hálendinu, kajakferðir fyrir utan Voga, sjóstöng eða hvalaskoðun. Það er ótrúlega margt í boði og við þurfum bara að hjálpa fólki að uppgöta þessa perlur sem við höfum upp á að bjóða. En eins og ég var að spyrja þig, einhverju sölupakkar sem að fólk getur gengið að, veit hvað það getur fengið eða þarf það svolítið að hafa sér sjálft eftir þessu? Eru gististaðirnir tilbúinir? Fyrir ekki að dæma á mörgum spurningum, verða þeir með eitthvað sérstakt verð fyrir Íslendingana? Við erum eiginlega eftir að vinna úr því. Það eru til mikið af pökkum sem hafa svolítið meira verið fyrir erlendamarkað og að því að erlendi, í rauninni markhópurinn okkar hefur aðalega verið erlendi ferðamenn. Íslendingar sem ferðast innanlands, það er rétt rúmlega 8% Íslendingar sem koma á Reykjanesið. Það er aðeins hærra hlutfall heldur en hálendið að fá. Þannig að tækifærin okkar til að kynna Íslendingum fyrir svæðinu er alveg töluverður og náttúrulega stór markhópur rétt hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu sem á eftir að kynnast okkur almennilega. Þannig að ferðaþjónustu fyrirtækin, við höfum eftir að taka þetta samtal með þeim en við köllum í rauninu bara eftir samtalinu við þau af því að við viljum ná á honum, við viljum fá fólk til að horfa til okkar og ferðaþjónustu fyrirtækin hoppa þá á vagnin og eru með þessi tilboð eða þjónustuna sem að tekur til þess að fá fólki til að versla við okkur. Ertu bjartsýn að þessi fyrirtæki muni lifa þetta af og verði tilbúin hreinlega í sumar? Það er góð spurning og ég bara veit það ekki. Ég held að flest öll okkar fyrirtæki séu á þeim stað að þeir rekstrarlega geta þolað þetta og hef fulla trú á því að þeir komist yfir þetta með aðstoð bæði ríkis, sveitarfélaga og bankastofnana og það náttúrulega grundvöllurinn fyrir því að við komumst í gegnum þetta að þegar hjólinn fara að snúast aftur að það séu fyrirtæki til að taka á móti af því að þannig höldum við þessu gangandi og þannig höldum við þessu gangandi inn í framtíðina. Af því að þetta í rauninni ekki bara ferðaþjónustu fyrirtækin sem að liggja undir að sjálfu sér. Af því að hagur annara þjónustu og annara viðskipta liggur hann undir. Verslun við náttúrulega veitingastæðina, verslun við framleiðslufyrirtækin og annað slíkt. Þannig að þetta helst allt í hendur og einhvers staðar verða hjólin að byrja að snúast til þess að við getum haldið áfram að byggja upp.
Þannig að þú sérð alveg fyrir þér, ef við tökum bara sem dæmi og vonumst til að sumari komi inn sem tækifæri að Íslendingar fara að ferðast og þeir eru ekki að fara til útlanda og þannig að ertu þokkalega bjartsýn á að landsmenn utan Suðurnesja komi á svæði hingað? Já, ég mjög bjartsýn og Reykjanesi tilbúið að taka á móti gestum. Við erum með frábæra staði til að heimsækja og allir tilbúinir að þjónusta og þannig að ég held að við erum tilbúin, við erum búin að vera að byggja okkur upp, við vorum komin á þann stað að við ætluðum að fara að bjóða heim og nú erum við bara, fókusin komin á okkur, komin á heimamenn og við viljum náttúrulega fá íbúa svæðisins með okkur í lið. Það eru margir sem hafa ekki uppgötvað bakgarðinn sem er hérna það sem er hérna á svæðinu og þeir eru okkar helstu talsmenn til framtíðar. Við þurfum bara að vera stolt af því sem við eigum og vera tilbúin að deila því með öðrum. Já. Nú var ekki fyrir löngu síðan verið að tala að vantaði snirtiðastu klósett til dæmis bara út á Reykjanesvita sem mjög vinsæll staður, hann við Gunnugver og allt þetta fullt af flottum stöðum manna. Já. Hvernig staðan á því? Síðast þegar ég vissi þá var búið að opna fyrir svona bráðabirgða snirtiaðstöðu og það átti að opna í sumar, ný aðstaða. Ég þekki ekki alveg hvernig staðan er á því en það er komin snirtiaðstaða þannig að það ætti ekki að hamla neinum að fara í heimsókn. Eru þið búin hjá Markaðsstofunni, eru þið búin að eiga samtal við fyrirtækin á svæðinu? Veistu hversu alvarleg staðan er þegar innkoman er 0 og þá jafnvel er ekki, þá hefur það ekkert að segja þó að starfsmenn verði í hlutastörfum. Það er mjög erfitt fyrir fyrirtækin, við gerum grein fyrir, er þá bara éta upp eigið fé og þetta er ekki allt lítil fjölskyldufyrirtæki, það er náttúrulega stór fyrirtæki, bílaleigurnar hérna, nokkrar í eigu Suðurnesja manna Við höfum verið í samtali við aðalega kannski okkar samstarfsaðila í Markaðsstofunni en líka aðra. Bæði höfum við verið að hringja út og fengið simhringingar. Staðan náttúrulega þegar það er ekki að koma inn eina tekjur þá er erfitt að halda ykkur gangandi og það er náttúrulega erfitt líka til dæmis að nota tíman og fara í framkvæmdir og byggja upp og til að byggja undir komandi vertíð. En flestir eru að gera eins og þeir geta og hafa verið að byggja mikið upp í starfsfólki. Þeir hafa lagt mikið á sig til að fá inn gott starfsfólk, þjálfa gott starfsfólk og það er kostnaður í því að geta ekki haldið í og unni með það áfram. En við vonum það að þetta komist aftur á skrið þannig að þeir geta haldið áfram að vinna og byggja upp þessa starfsmennina og mannauðinn sem eru í fyrirtækjunum. Og eins og segi, þetta er mismunandi milli fyrirtækja en flest þeirra eru svona meðalstór en ég get ekki ímyndað með hvernig stærri fyrirtækin eru að takast á við þetta. Hefur tilfinningu fyrir því hvað þeim finnst eða ertu búin að heyra svona viðbrögð hjá þeim við útspili ríkisstjórnarinnar í aðstoðinni sem að þeir hafa verið að leggja til? Já, aðeins. Það er náttúrulega, þetta er svona þessi fyrstu skref og við tökum þeim fagnandi og vinnum með það eins og hægt er. Núna er svona aðeins nú erum við komin aðeins lengra, það er komin svona aðeins, reynsla á það. En eins og staðan er, þú veist, við erum ekki að fá inn þennan erlenda markað í sumar. Þannig að eins og frestun fasteignagjalda hjá sveitarfélögum, það er skammur vermir að fresta því fram á haust þegar engar tekjur koma inn yfir sumarið og þá er kannski bara stærri reikningur sem kemur þá á næsta ári þannig að það þarf að finna einhverja betri lausn á því að því á sama tíma að þó að sveitarfélögin gæfu afslátt eða nú veit maður ekki hvað þau geta gert í rauninni að þá er í rauninni bara að vera ýta vandamálinu áfram og það er eitthvað sem að kannski hjálpar ekki fyrirtækjunum seinna meir þegar reikningurum verður bara tvöfalt hærri.
þannig að ríkið þarf klárlega kannski að koma inn þar, hjálpa sveitarfélögunum til að leysa úr því. En ég ekki með neina töfralausn á framtíðar aðgerðum og eins með bara innkomu inn til landsins að þó að við opnum okkar landamæri að þá ekkert víst að fólk sé tilbúið að koma. Og hvernig fáum við fólk til að koma ef að það má ekki ferðast eða þannig að þetta miklu stærra og stærra vandamál heldur við getum ein leyst en saman klárlega sem áfangastaður og þjónustu aðilar innan svæðisins við getum verið undir það búin, þú veist, ef að það opnast og fyrir þá markaði sem opnast. Þá erum við bara tilbúin með okkar heimavinnu og getum farið af stað. Ertu með brotna bílrúðu? Við sækjum bílinn til þín og skilum honum aftur þegar við erum búnir. Við erum sérfræðingar í bílrúðuskiptum og búum að 20 ára reynslu. Sjáum skýrslugerð fyrir öll tryggingafélögin. Bílrúðuþjónustan EHF. Hringdu í síma 863 3455 eða sendu tölvupóst á bílrúðuþjónustan hjá siminet.is. Sérstætt að á þessum tíma verið að býður hérna splunkunýtt hótel. Það að bætast við 150 herbergja glæsileg hótel í hótelframbóð, gistiframboð á Suðurnesjum. Það er nú örugglega einstakt bara í sögu svona ferðaþjónustu á Íslandi að vera tilbúin og bíða. Venjulega er gesturinn að bíða og banka á og fyrirtækin að reyna að klára. Og það eru fleiri hótel að stakka við sig? Parkinn í Keflavík? Jú, við erum með í dag 2800 rúm á svæðinu og náttúrulega mistum út þarna 300 rúm með Base Hotel á sínum tíma og sama tíma þá erum við að fá inn 300 rúm með Marriott. Jú, parkinn að bæta við sig og fleiri aðilar sem að stækka og breyta og gera betur. En ertu með Airbnb inn í þessu? Nei, ekki Airbnb, nema rétt kannski heima gistingarna sem hafa verið að fá leyfi sem litlir gististaðir og annað slíkt. Þeir eru náttúrulega bara mjög fá rúm og fá herbergi. Þannig að þetta eru svona yfir 30 gististaðir sem eru með, yfir 40 rúm. Þannig það er alveg gott pláss. Það er auðvelt að taka á móti fólki. Já, við erum klárlega tilbúin og eins og staðan í dag þá er hérna smá ljósglæta vest-norden í haust. Við veitum náttúrulega ekki hvernig það fer en það átt að vera 600-700 manna ferðakaupstefna í byrjun október og við vitum náttúrulega ekki hvort að af því verður eða hvort að verða eitthvað takmarkanir settar á viðburðinn en það er viðburður sem tekur mikið til sín. Það tekur mikið til sín og getur haft alveg stórkostlegar afleiðingar, jákvæðar afleiðingar og við lítum mjög björtum augum til þessara ráðstefnu en við vonandi náum við að halda henni og vonandi verður heimurinn tilbúin að taka við okkur. Þannig að við upplifum ekki aftur að vera hérna saman í tómri flugstöð. Ég vona að ég aldrei eftir að hitta í tómri flugstöðin aftur. Það er bara þannig og maður kann alltaf betur við klíðin þegar enginn veit hvað hann átt hefur fyrir mist hefur, ekki satt. Og það á sama við ferðaþjónustuna. Við erum bara þó að hún hafi verið stór hluti af okkar tekjum og hluti af okkar atvinnulífi að þá hún ótrúlega litríkur starfsvettvangur, ótrúlega litrík þjónusta og það er það skemmtilega við íslenska ferðaþjónustu. Við erum svo fjölbreytt og skemmtileg og það er svo mikill karakter í
í þjónustunni á svæðinu og ótrúlega skemmtilegt að kynna hana. Þetta auðveld kynningavara og þannig að ég hlakka til þegar við getum farið að blómstra aftur. Hefurðu trú á því að Ísland eigi góða möguleika þegar hlutin komast í lag? Ef að fólk að hugsa ferðalög, gæti verið spennandi að koma til Íslands sem að víðfeðmi að það sé svolítið meira pláss. Já, bara eins og... Fyrir hvert ferðamann? Já, í rauninni bara eins og hefur verið. Það hefur verið í rauninni nóg pláss fyrir alla. Þú veist, við höfum bara þurft að hugsa eins út fyrir bóksið og reyna að dreifa álaginu og en eins og ég segi, við erum með svo fjölbreytta og skemmtilega þjónustu, fjölbreytta og skemmtilega náttúrustaði og það sem kannski skiptir mestu máli þegar þessu lýkur öryggi og öryggi til að ferðast, öryggir áfangastaðir. Það er kannski það sem fólk fer að horfa til þegar það fer að velja sér áfangastaða. Þá erum við bara mjög hátt sett í því skipuriti. Þannig að tækifærin eiga eftir að liggja, við eigum eftir að ná okkur. Við erum ótrúlega þrautseig atvinnugrein og erum fljóta að jafna okkur en við þurfum bara að komast í gegnum þetta. Takk fyrir spjallið. Takk sem leiðis. Leið og við þökkum fyrir áhrifið viljum við minna á rafrænar, mjög veglegar víkurfréttir. Við erum búin að vera með mjög öfluga útgáfu á tímum COVID. En við höfum meðal annars rætt við á annað 100 Suðurnesjamanna ástandið á veirutímum. En við erum líka í golfi og við erum með splunku nýja ljósmyndir frá síðasta vetrardegi. Kylfingar flykktust út í leiru og voru mættir með kylfurnar á Hólmsvöll. En við þökkum fyrir að sinni, en við endum þáttinn á tónleikum. Já, einu lagi frá tónleikum Hjálma í Hljómahöll í síðustu viku. En nokkrir tónleikar hafa verið haldnir á tímum COVID og þeim streymt á hinnar ýmsu síður við mjög góðar móttökur. En við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst að vikuliðinni. Verið sæl. Ég tek hljóðlega af stað og ég bið, já ég bið. Gefðu þeim frið fyrir Fljúgðu, fljúgðu, ég svíf, ég svíf. Hátt yfir staðnum, ég yfirgef. Vindurinn mig ber og ég sé